Komið sæli til Pólitíkin 16. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Það líður að þinglokum og óhætt að segja að hasarinn eykst eftir því. Formaður úr röðum minnihlutans sprakk á hlutverki sín og gekk úr stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Hún kvartaði undan ofríki og þöggunar og kúgunartaktík og svo tilkynnt hún reyndar einhliða í kvöldfréttum síðar kvöldið eftirmann sinn á formálstóli sem samflokksmaður hennar án nokkurs samráðs við aðra í nefndinni. Brynjar Níelsson situr í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og við spjöllum við hann og líka Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa, en Hildur setti fram hugmyndir sínar í vikunni að borgin beiti sér fyrir sveigjanlegri vinnutíma og fjölgun á möguleikum til fjarvinnu til að draga úr umferðartöfum í Reykjavík og veitir víst ekki af. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk, gaman að fá ykkur. Mér langar aðeins áður en við förum í pólitíkina því það er svo mikið læti. Að spjalla eins 17. júní sem var í gær, þetta var nú ekki með hefðbundnu sniði, það var svona ekki fólk með blöðrur niður í bæ eins og maður er vanur. Hvernig heldur þið upp á daginn? Ég held bara upp á daginn að mestu heima í það með fjölskyldunar. Það var nú svo skemmtilegt, ég bý í Vesturbænum að við heyrðum, hvar við sátum í garðinum okkar, heyrum við í lúðrasveit og rennum á hljóðið og þar er það bara í raun enga framtak í hverfinu að skipuleggja það skrúðgöngu og það var svona gott dæmi það bara víða borgina að við þurfum ekki hið opinbera til að skipuleggja fyrir okkur skemmtanir, heldur tekur fólk sér bara saman og hefur gaman og hefur hátíðlegt. Já, það virkaði svolítið á mann eins og það væri víða mjög mikil stemming sko. Heilmikil stemming og meiri stemming kannski í görðum og heimahúsum heldur en oft áður. Varst þú í stuði, Brynjar? Já, það var líka svona í hverjum mér enga framtak, bara á grasballanum sem er svona stór glasbar í kringum hjá Klettaskóla. Og þar bara tóku nokkur sér til og það var bara grillað og það var búið til svona einhver vassrennubraut fyrir börnin og þetta var bara mjög skemmtilegt, skemmtilegu dagur. Það kom svolítið óvart, þetta hefur ekki verið áður í hverjum svo ég munni. Nei, þetta er nefnilega sko mín upplifun líka og maður fer með þetta velta fyrir sig kannski hvort að það muni, að því manni finnst þessi samt hátíðahöld sem hafa verið orðin svolítið legin, þetta er volgpilsa og volg Pepsi Max niður í bæ og blöðrur og svona einhvern veginn stemmingin að æða allan bæ og leita einhverju fjöri og mér fannst svona eins og einmitt þetta engaframtak hefði einhvern veginn verið miklu skemmtilegra í ár, þannig að kannski sjá bara hverfinu myndir framtíðinni. Já, það geti verið góð lausn, bara einmitt, við búum svo dreift núna til dæmis borgina og margir myndu bara vilja halda upp á 17. júní svona nærri sinni heimabyggð, þannig að þetta var allavega, kom mun betur út en maður þorði að vona, margir voru svektir að það er ekki hátíðarhöld, meiri hátíðarhöld í bænum en raunin var, en ég held að þetta hafa bara komið mjög vel út og fólk hafði átt bara mjög góðan dag. Já, þetta gefur góðan tón svona fyrir viðburði sumarsins sem eru framundan en aðeins í pólitíkina. Brynjar, þú situr í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og þetta er ein þeirra þingnefnda þar sem að minnihlutin hefur haft formennsku og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata hefur gengt henni í nefndinni. Ég rakti hér hvað gerðist núna í vikunni, svona það sem við sáum, en hvað er að gerast í sjálfri nefndinni? Hvernig getur þú útskýrt þessa atburðarás? Það er nú erfitt að útskýra hana og þó, sko, ég hef nú alltaf sagt að það er nú mikilvægt að því að þessi regl er að 3 þingmenn í nefndinni geta tekið upp mál. Það sem er farið svolítið bæði vald og ábyrgð til minnihluta þá, sem mér finnst alltaf í lagi og mikilvægt, en það þarf auðvitað að fara vel með þetta. Og ég hef fundist þetta að vera svona leikrit svolítið í þessu og verið frekar ósáttur við það en unað því og en síðan sko upplifir maður það að þetta sé ekki raunverulega einhver áhuga, einhver rannsókn, heldur þetta sé verið annarkvort að reyna að þyrla upp einhverju riki eða reyna að koma að höggja á pólitíska andstæðinga. Ertu þá að vísa í Kristján Þór og Samherjamálið? Já, og jafnvel líka þetta Þorvaldar Gylfasonar mál, sem er vísa ekki frumkvæðislagsson, þetta er bara búið til funda sem út af sig allt í lagi. En þegar nefndin er farin að starfa svona, að þá sko missa menn svolítið tiltrú á henni. Og það sem það raunverulega gerðist í þessari nefnd er það að formaðurinn hafði mist traust alltaf fleiri og fleiri fulltrúa í nefndinni og það var ekki bara bundið við stjórnar meirihluta.
Þannig að ég auðvitað bara fannst þetta rökrétt ákvörðun hjá formanninum að víkja einfallega því að hún var búin að glata öllu trausti. Það nú bara kjarni málsins. Hún að kvarta þarna undan ofríki og einhverju að það sé verið að ráðskast eitthvað með sig í þessu embætti og það búið að nota orðið vald níðsla mjög mikið í vikunni en þarna nú samt einhver síður veiga mikil nefnd og það sami til dæmis með velferðarnefnd sem náttúrulega stæðsti málaflokkurinn það sem að minnihlutin þó með formennsku þannig að það nú augljóst að það valdníðslan nú samt ekki meina það að það þrátt fyrir allt vera að treysta stjórnaranstunni fyrir þessu hlutverki. Já, en hún var þá standundi til trausti og mér fannst það ekki hafa gerst og ég meina fráfarandi formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar hefur sagt hvað að hún hafi verið beitt einhverju ofríki eða linnulausum árásum eins og orðaði á einhverju aðför án þess að hún hafi nokkuð lýst því í hverju það felst og við vorum einfallega búin að fara í alla frumkvæðisathugun sem í þessu hæfismálum en þá áttu að reyna að halda því einhvern veginn áfram með því að tala við, fá hverja nýja gesti alltaf sem hefðu enga þekking á málefninu en voru kannski pólitískir samherjar í einhverju skilningi, einhverju svipaða skoðun. Svo líka það að þetta fólk að búið að tjá sig allt það áður en þessi mikla frumkvæðis sem fór fram að hann væri vanhæfur sér gegna embættinu og ætti bara að segja af sér og svo framvegis. Auðvitað, þegar fólk horfir á þetta, hvað er þetta fólk að gera? Hvað eru nefndamenn að gera? Þannig að tiltrú á svona nefndastarfi sem mjög mikilvæg nefnd í sjálfu sér. Þess að hún hefur hlutverk að gegna sem getur verið mikilvægt aðhaldshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu. Við höfum umboðsmann Alþingis, við höfum ríkisendurskoðanda og í sjálfu sér hefði það alveg verið nóg einfallega að kalla til þessa embættismenn í talningu umboðsmann Alþingis bara að upplýsa fólk hvað felst í hæfisreglunum og hvaða verklag við haft og ráðherra gat útskýrt það og útskýrið það alls saman. Á opnum fundi? Á opnum fundi. Beinni útsendingu? Og greinargerðum og allt saman. Ja. Nei, það áttu að halda eitthvað áfram, Tilgangsleysið algjört. Já, ég meina eina sem að maður hefur séð með þessar umfjallanir sem verið að hafa til dæmis með Kristján Þór og Samherja er það að hann hafi hitt einhverja menn í andri og punktur. Það er ekkert, þetta gerist í öðru landi og það er einhvern veginn, það virðist vera eins og efnisatriði máls séu bara hægt að skipta máli og það eru einhvern veginn raðumfjallanir og án þess að það sé bent á nákvæmlega hvað málið er. Þetta er bara eitthvað svona guilty by association. Já, eða hvað? Já, það eru þetta bara hæfisreglunir í lögum Já. Og það eru verkfallsreglur hvernig menn meta hæfisreglur í hverju einstöku máli. Stundum bara meta menn það að þeir séu vanhæfir og þeir leita auðvitað ráðgjafa hjá sérfræðingu hver sinn. Þetta er bara gildir jafnt Kristján Þór eins og alla aðra ráðherra, það er ekkert öðruvísi með Kristján Þór. Já. En hvað heldur að verði þá í framhaldinu með þetta? Er nefndin þá bara alveg upp í loft og óstarfhæf meðan að þetta er svona? Nei, það er bara að kjósa nýja formann. Hún virtist nú verið búin að velja sér alltaf. Já, það er bara ekki hennar valdi, Það er ekki þannig, Og það er eitthvað svona samkomulag milli, ríkisstjórnarflokkanna og hinn á stjórnarandstöðunum að þeir hafi formennsku í þessu nefndum. En þá verður þetta bara að koma með einhvern kandidat sem nýtur traust til þess. Ráðhús er nú ekki langt frá þinginu. Nei. Þið fylgist kannski með svona út gluggan. Það er ekki alveg búin að vera svona mikill hasar í borgarmálum. Já, það svona kemur í bylgjum. Það sem manni finnst kannski, ég er nú ekki sömu þetta einsýn, maður fylgist svona með blöðum þessum málum, en manni finnst kannski mest synd að núna þegar við erum að horfa fram á þess að gríðarlega erfiðu tíma fyrir Íslands samfélag og við erum að fara inn í djúpa efnahagslægð og ferðaþjónustan berst í bökkum, atvinnugrein sem að skilur okkur meiri gjaldeyristekjum en sjávarútvegur og stóriðja til samans, að þá sé einhvern veginn mestur tími að fara í að ræða eitthvað svona upphlaup. Og það eru þetta synd og kannski gefur svolítið til kynna að þessir stjórnarandstöðu flokkar í þinginu hafi kannski bara lítið til máluna að leggja þegar kemur að þessum vegamiklu málum og grípi þá í eitthvað svona mál. Mjög nættæg skýring.
mjög nærtæk. Þannig að ég held að mér finnst það svona synd og við þurfum svolítið að taka höndu saman og ég meina auðvitað, við erum öll að vinna sama markmiði sem er bara að tryggja viðspyrnu fyrir fólk og fyrirtæki hérlendis og við getum haft ólíkar nálganir í átt að því markmiði en við þurfum að ræða þessar lausnir og horfa fram á veginn en ekki vera sífellt í ykkur argarþrasi svona mál. Ég var með þetta því vorum að tala 17. júní og veislur, ég fór í 2 í gær og það var bara alls konar fólk þar og það var að fara eitthvað svona tæft á þessu og að því að maður nú að vinna í þessum geira og svona fer eitthvað að segja sínu skoðun, ég sá bara mjög fljótt að það slöknaði algjörlega í augunum á fólki þegar maður fór að röfla þetta sko. Ég held að svona einhvern veginn almenningur er bara annar staðar. Já, ég held að stjórnmálamenn þurfi stundum að stíga aðeins út úr búblunni. Já, þetta er búbla. Og reyna að komast í svona snertingu við fólki í landinu og fólki í borginni eða hvaða hópur það er sem við erum að fást við hverju sinni og átt að segja eins á hvað það er sem að kannski brennur raunverulega á fólki og hvaða mál það eru sem að fólki hefur áhyggjur af. Við erum að horfa fram á haust þar sem að margir verða atvinnulausir og búnir að missa sín laun í uppsagnarfresti og það er bara mjög erfið tíma framöndan. Það er rétt. Við erum í svona einhverju svikalogni akkurat núna. Akkurat. Fólk er einhvern veginn ennþá kannski að halda fyrir kjörum og svo er óvissa eins og við vitum í ferðaþjónustunni að Íslandi og alls konar svona stór fyrirtæki sem maður veit ekki hvernig mun úrspilast. Ég held að það sé rétt að við þurfum að stíga út úr búblunni nefnilega. Ég held að stjórnmálamenn séu fastir í því að lesa bara eitthvað áherslu á fólkið á samfélagsmiðlunum og halda það að þjóðin sé að tala. Akkurat. Það er ekki alveg þannig. Þú finnur það að þú bara hittir fólk fyrst og her borgina og landið að það sem brennur á með bara allt annað sko. Það er auðvitað þessi stóru mál núna. Það snýst meira og minna allt atvinnu og atvinnu möguleika og þegar maður hittir fólk út á landi segir bara, gefa okkur bara tækifæri hérna og eitthvað svona svigrúm til að geta sjálf hér gert hlutina. Við þurfum hérna sko raforkuöryggi, við þurfum fjarskipti og við þurfum samfélags samgöngur. Annars með því láta okkur í fríði sko. Ég held að þetta sé sko það sem brennur á fólki. Öryggi, atvinnuöryggi og möguleikar. Það verður áhugavert að sjá hvað verður úr sem maður finnur líka svona aðeins á fólki núna er búið að opna landamærin eða þess að það er auðveldar að koma til Íslands en það var að krefst þess ekki að þú fari í langa sóttkví og svona prófanir og skimanir þetta svona virðist vera með besta móti og náttúrulega svolítið sérkennileg upp að koma þarna með þennan hóp manna sem kom til landsins en það er nú svona utan við normið en maður finnur líka að fólk er svolítið kvíðið og það er mikið talað þessa seinni bylgju faraldurs og maður finnur það og heyrir það einmitt líka að fólk er ekki tilbúið eða er ekki mjög spennt í aðra svona lokun og þurfa að fara að vera heima og hvernig metið þetta er einhvern veginn, þetta er svona svo í sletti damned if you do og damned if you don't, þetta er svolítið erfitt við getum heldur ekki einhvern veginn verið með landið lokað mjög lengi því það veldur alveg gríðarlegum skaða en leið er þessi kvíði mjög skiljanlegur hvernig svona leggst þetta í ykkur? Algjörlega, ég held að öll óvissa sé bara kvíðavaldandi og maður nótast óvissu, það er bara í okkar eðli. En ég held að sé greiðlega mikilvægt að við reynum að opna landamærin eins fljótt og hægt er og tryggja fólki áfram ferðafrelsi. En við þurfum auðvitað að fara bara varlega í sakirnar og ég held að sé verið að gera þetta ansi vel. Það er gott að við séum að skeima við landamærin og þannig hefum við þegar fundið tilfelli sem annars hefur komið inn í landið. Þannig að það er bara, já, gríðarlega mikilvægt. Og ég held að þurfum að gæta þess líka þetta tilfelli sem kom upp daginn með þennan hóp aðila að heimfæra það ekki yfir á alla heimfæra það, þarna eru Rúmenar að heimfæra það ekki yfir á alla Rúmena það er ákveðnir hópar Rúmena hér á Íslandi sem hafa fundið fyrir óvæginu umræðu vegna þessa máls þannig að við þurfum bara að taka skynsamlega á sig og það sem að kannski kosturinn við stöðunum núna er að við vitum meira en við vissum fyrir 2-3 mánuðum síðan Íslensk erfðagreining kom gríðarlega sterk inn við skimanir og ýmsar rannsóknir þannig að ef það kemur seinni bylgja þá kannski erum við aðeins betri í stakk búin til að takast á við hana hugsanlega þurfum við ekki að grípa til svona mikilla takmarkana á svona athafnafrelsi fólks eins og áður kannski er hægt að þá svona hvað ég segja hefta minni hópa setja minni hópa í sóttkví eða annað þannig að við höfum gert þetta greiðlega vel og við höfum vakið athygli víða heim fyrir okkar viðbrögð í þessu máli vonandi kemur ekki seinni bylgja en ef hún kemur þá tristi okkur til að takast vel á það Er þú rólegur? Nei, ég sko óöryggi og óvissa veldur þetta alltaf kvíða, það er nú bara í eðli mannsins sko
við þurfum alltaf einhvern tímann að slaka á, við vitum aldrei nákvæmlega hvað gerist, en þá tökumst við bara á við það. En við getum ekki bara haldið áfram öllu lokuðu til þess að þurfum ekki að taka hugsalega á við eitthvað. Sko, við verðum að hafa smá kjark í því og vera bara undir það búin að það komi, kannski ekki einn stór bylgja eða eitthvað komi upp, tökumst við bara á við það. Og hún verður örugglega aldrei verið heldur en sem takast á við í byrjun. Það er komin reynsla, læknar nefna það að þeir hafa þetta meiri þekkingu núna heldur en í upphafi. Já, og við erum bara sæmil undirbúin og við höfum svona fylgjusmjöful með, við höfum svolítið töklahaldir og þess vegna held ég sé alveg rétt í tíminn að við sem að gera þetta alveg rétt tíma, en ég er ekki, sko, verðum ekki gleyma því að við berum samt alltaf sjálf mesta ábyrgð á okkur. Við meðum ekki láta taka það á okkur, sko. Við getum séð ansi mikið þetta sjálf, passa bara upp á okkur. Þannig að þó það komi einhverju sýktir inn og svo framvegis, þá þýðir það ekki endilega að það verði einhver stór bylgja. Ekki við hugsaum einhver sjálf. Talandi þetta allt saman, ég er bjartsýnismaður og mér finnst skemmtilega að horfa á það sem að svona tækifærin og það sem er gott við oft jafnvel erfiða stöðu líka og kannski það sem kom í ljós og hefur oft verið rætt. Sko, sennilega einhverjum nokkrum árum fyrr, eða tala ekki áratug eða tveimur fyrr, hefðu kannski afleiðingarnar af því sem að gerðist í mars og apríl verið jafnvel enn meiri vegna þess að þá er ekki öll þessi tækni komið til staðar. Það er ekkert að segja að allt samfélagið hafi stoppast vegna þess að þessi fjarfundabúnaður, heimavinna og allt, þetta er allt komið og vinnuveitendur hafa núna séð að fólk getur með auðvöldum hætti unnið án staðsetningar í rauninni. Þú hefur aðeins svona tekið þetta áfram núna og við sem búum hérna á höfuðborgarsvæðinu vitum hvernig þetta getur verið hérna á mótnana og síðdegis í umferðinni bara skelfilegt, hálfgjört villta vesturs ástand stundum og þú ert svona svolítið að leggja til að við tökum þessa reynslu núna og bara notum hana framvegis í hinu daglega lífi til þess að draga úr umferð með því að dreifa álaginu. Algjörlega, við sáum það núna í samkomubanninu hvaða létti auðvitað gríðarlega á umferðarálagi og eðlilega flestir voru heima fyrir og unnu fjarvinnu og við lærðum auðvitað ótrúlega margt á þessum tíma og mörg fyrirtæki jafnvel innleiddu tækni á sér sem þau ættu ekki að innleiða nema það var kannski á 10 ára plani. Fólk tilengaði sér tækni sem það annars hefði kannski aldrei tilengað sér. Margir vinnustaðir sem buðu aldrei upp á fjarvinnu vegna þess að fólk gæti ekki komist í kerfin heima hjá sér. Gerði viðeigandi ráðstafanir til þess að það er hægt. Þannig að við hlupum alveg gríðarlega hratt og það er rétt hjá þér að ef þetta hefði gerst einhverjum árum fyrir þá hefðum við ekki haft alla þessa tækni. En við höfðum hana og við nýttum hana og við náðum gríðlegum árangri með það. Bara fólk og fyrirtæki og líka hjá hinu opinbera. Þannig að það sem ég er hrædd er að núna þegar það er svona verið að losa allt aftur að fólk falli aftur í sama farið og við gleymum öllum þessum mikilvægu leksíum sem við lærðum. Þannig við þurfum að halda samtalinu lifandi og svona svolítið þrýsta á að þessar breytingar verði til frambúðar. Við sjáum að til dæmis Íslandsbanki gerði mælingar meðal sinna starfsmanna í kjölfar á samkomubanni og þar kom í ljós að það var ríflega 50% sem hefðu viljað 2 fjarvinnudaga vikulega til frambúðar. 40% vildu 1 fjarvinnudag og það var bara nokkur prósent sem vildu bara áfram hafa óbreytt vinnuumhverfi. Þannig að Íslandsbanki brást hratt við og býður núna sínu starfsfólki 1 fjarvinnudag í viku og lítur þar með á að það sýndi sig að þau sáu að þetta myndi tryggja góða rekstrarniðurstöðu fyrir bankan, meiri starfsánægju, afköst voru jafnvel að aukast í fólki að því það var minna svona skjótast á milli og keyra á fundi og annað. Og þannig að það er bara gríðarlega vel heppnað og ég sitt sjálf í stjórn Orkuveitunar og það var kynnt núna á dögunum og ég er gríðarlega stolt af því að Orkuveitan ætlar að gera þið sama og bregst líka svona hratt við. Þannig að það verður núna 1 til 2 fjarvinnudagar fyrir starfsfólk Orkuveitunar og það er auðvitað hægt að telja fram fjölmargar jákvæðar ástæður fyrir því að gera þetta. En ég er svolítið sem borgarfulltrúi að vekja athygli á þeim vinkli hvað þetta dregur úr umferðarálagi. Og svo umræða hefur auðvitað verið í gangi árabil að ræða við stærstu vinnustæði borgarinnar eins og stærstu vinnustæðin hér í borginni eins og Háskóla Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Landspítalann og fleiri að hefja sína vinnudaga á mismunandi tíma. Það er ein lausn sem að geti drifta aðeins álaginu. En núna er komin inn þessi nýji vinkil sem er fjarvinnan og þá eins og ég segi annarkvort að fólk vinni 1 dag heima eða jafnvel að það geti byrjað fyrstu 2 klukkustundurnar heima eða eitthvað svoleiðis að sé eitthvað sveigjanleiki.
og mér finnst fólk bara taka gríðarlega vel í þetta. Hér ég ekki að leggja til að borgin sé eitthvað hlutast til það hvað einkaaðilar geri, en að þau bara leiði fólk að borðinu og haldi svolítið umræðinu á lofti, því það eru þetta gríðarlegir hagsmunir, líka fjárhagslegir hagsmunir fyrir þau opinbera í einmitt þessari lausn. Vegna þess að ef við förum ekki þessa leið, að þá erum við að tala einhverja gríðarlega dýrar og kostnaðarsama framkvæmdir sem geta kostað 20 eða 100 milljarða að leysa. Ég ekki að segja að við förum ekki í þau verkefni, en stundum kemur framtíðin úr algjörlega óvæntri átt. Og hér bara komin lausn sem hefur reynst vel og margir búin að innleiða alla þessa tækni sem þarf til. Þannig að ef við bara keyrum þetta í gang og fleiri svona hoppavagnin, þá getum við kannski aðeins betur metið og forgangsraða þeim framkvæmdum annars sem við myndum vilja fara í. Af því það er náttúrulega eins og hefur verið farið oft yfir, þannig að það er ekki endalaust hægt að breyka vegi til þess að taka við allir þessari umferð. Já. En það hlýtur líka að vera svolítið mikið atriði að fá skólana með, vegna þess að það eru hérna á miðborgarsvæðinu, stór miðborgarsvæðinu, ef þetta er að tala það, og náttúrulega fjölmargir framhaldsskólar, þú veist, 2 stórir háskólar, Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík, og maður finnur alveg gríðarlega mun, sko, bæði þegar skólarnir byrja og þegar þeir hætta í umferðinni og bara vinnumarkaðurinn á götunum, sko. Það er gríðarlega munur og maður finnur það líka þegar það eru einhver dagar þar sem ekki mætingaskylda í skólana, þá líka léttir alveg svakalega umferðaráleginu, og ég hef nú hitt aðila frá þessum stóru vinnustöðum og þar alveg vilji til að skoða þessar lausnir, en þau hafa talað að það hafi vantað svolítið svona kraft frá borginni til þess að keyra þetta samtal áfram. Og þannig ég bara vil svona þrýsta á það að þetta samtal verði tekið. Og mér finnst líka alveg ástæða núna, og mér hefur alltaf fundist ástæða til þess, en maður þarf líka að grípa tækifærin í tíðarandanum, og núna svolítið tíðarandinn þessi, og við erum með þetta í fingurgómunum, að maðurinn hefur búið sér til alls konar kerfi, og stundum eru þessi kerfi sköpuð af hinu opinbera, sem að setja mannfólkið allt í einhvern ramma, sem hentar alls ekkert öllum, og getur jafnvel bara dregið úr framförum og skapað hindranir. Og það til dæmis svo merkilegt að hugsa þennan 8 stunda vinnudag. Ég hef svolítið verið að nefna segja söguna af Henry Ford sem árið 1926 stytti vinnuvikuna sína úr 6 dögum niður í 5 og var þar svona einna fyrstur til að innleiða þessa 40 stunda vinnuviku. Það var reynda merkilegt, hann náttúrulega kapitalisti, en hann hins vegar lækkaði ekki launin hjá sínu starfsfólki fyrir vikið, heldur trúðan því að með því að minnka vinnuna en borga sömu laun, að þá var hann að auka fólki lífskeiði. Hann væri að skapa hjá þeim nýjar langanir og þarfir og þau eru það endingu líklegri til að kaupa sér Ford-bifreið. Þannig að það er svona oft svona margvíslegar ástæður sem liggja að baki einhverju svona. Og síðan náttúrulega liðin næstu því heil öld. Og þetta sá tími sem að hann telur að hann þurfi til að framleiða Ford-bifreiðir árið 1926. Og svo vinnumarkaði nútímans einhvern veginn að miða við þetta sama umhverfi. Akkurat. Og það kannski engin ástæða til. Við erum með vélvæðinguna og tölvuvæðinguna og internetvæðinguna og ég geti áframtalið sjálfvirknivæðingu og við erum áfram einhvern veginn först í þessum ramma. Þannig að ég vil líka svolítið opna samtala að við förum að brjótast út úr þessum kerfumöllum sem við erum búin að búa til og eru kannski ekkert endilega þjóna okkur. Þau eru kannski þjóna okkur í einhverju samhengi en ekki öðru. Og það svolítið mikilvægt held ég núna og núna held ég svolítið fólki opnara fyrir því að það var svolítið að brjóta upp sinn hversdag og sitt vinnuumhverfi í samkomubanninu og sá bara að það virkaði gríðarlega vel. Þeim leið vel og náðu kannski betra jafnvægi milli heimilis og vinnu, jafnvel meiri afköstum í vinnu. Þannig að ég held að sé svolítið tími til að endurskoða þetta og taka þetta samtala eins áfram. Brynjar, finnst þér þetta svona reynslan úr samkomubanninu af því að nýta tæknina, þú ert auðvitað minna misvæðis eins og við vitum og þarft að fara í gegnum þessa umferðalla. Finnst þér þetta vera skynsum lausn? Já, því að Hildur að tala tíðarandan þá hef ég nú alltaf verið á skjön við hann. Sko, sveigjanleikin auðvitað mjög góður. Og ég meina, einkaframtaki sé svolítið þetta allt saman, metur aðstæða hverju sinni og þróast og svona. Stjórnmálamenn ekki að búa til neitt í þessu, sko. Ég ekki viss það. En sko, þetta hefur kost á galla, sko. Allt lagi sveigjanleiki, geta farið kannski aðeins seinna á staði vinnuna, unni hlutadagsins heima, einhverja daga heima. En sko, menn verður líka velta við sér, sko, þetta þróast þannig að menn verður bara heima. Hvaða afleiðingar hefur það? Vegna þess að við erum sko samfélag og ef ég ætti að vinna alltaf einn heima þá er ég löngurinn geðveikur sko. Ég þarf að vera kringum fólk. Þannig að ég segi sko sveigjanleiki örugglega mjög mikilvægur í þessu
og við erum til að glíma við þennan umferðarvandi í Reykjavík. Þetta er hluta til skipulagsmál. Við erum búin að standa alla stóru vinnustæðina á sama punktin sem menn alveg máttu vita fyrirfram að það yrði ekki til góðs. En tæknin kannski hjálpar okkur eitthvað í þessu núna, að við getum dreift þessu einhvern veginn og spara okkur stórfé. Þannig að ég set mig ekki á móti hagræðingu og ég set mig ekki á móti því að menn hafi þennan möguleika að vera einhvern hluta dagsins eða hluta vikunar heima. En ég held að það sé ekki gott til lengri tíma að hver og einn vinni bara, noti bara tækni og vinni bara heima. Ég kannski gríp fyrirgefið aðeins þannan bolta því ég er algjörlega sammála því að það eru þetta manninum bara eðlislegt og nauðsynlegt að vera í samskiptum við annað fólk. Og áður en að við upplifum allan þennan tíma sem að núna er undan gengin að þá hafðum maður ágjör af því að með allri þessari tækni, einhvern tímann í framtíðinni, yrðu einhvern veginn samskipti öll orðin í gegnum tæki og tól og internet og annað. Og það sem að mér finnst svo dýrmætur lærdómur af allri þessari jákvæðu reynslu samt af tækninni núna undanfarið er að við sjáum að við getum nýtt tæknina en það mun aldrei neitt komið staðin fyrir mannleg samskipti og það finnst mér rosalega margir sammála Ég var að reyna að koma því að. Já, akkurat, og ég er sammálaðir þar og þess vegna er eins og þessi stóru vinnustæðir sem ég nefndi áðan sem hafa verið að innleiða núna einhverja fjarvinnudaga, þá er það 1 eða 2 dagar í viku og það verður með sérstaklega mælt til dæmis í Orkuveitunni að félagsleg tengsl, þau ná samt einhvern veginn að halda þeim í ákvæðum og voru óbúslega sniðu með alls konar einhvern veginn vettvang á internetinu og annað bönd og svona skemmtilegt til þess að halda fólki svona í tengslum áfram en þannig að þetta er einhvers konar jafnvægislist svo auðvitað tek ég undir að sem Brynjar segir að það er auðvitað ekki kannski stjórnmálamanna að hlutast til það hvað einkaaðilar gera en við megum ekki gleyma því að stjórnmálamenn eru til dæmis halda ýmsa kjarasamninga sem að geta sett menn og fólk í þröngar skorður og ég nefni til dæmis bara kennara að nú sé ég að kennarar á Akureyri fóru fram á það að fá áfram sama sveigjanleika í sínu starfi og þeir fengu samkomubanni og nú get ég nefnt sem dæmi einkarekna skólan Ísaks skóla í Reykjavík. Þar er þannig að leið og kennarar hafa lokið sinni kennsluskyldu á daginn, þá með þeir bara fara heim. Skólinn greiðir þeirra internettengingu heima fyrir og þeim er svo bara treyst til að sinna sinni undirbúningsvinnu þegar þeim hendar. Og það getur verið bara margvíslegum ólíkum tímum eftir einstaklingum. Og þetta er eitthvað umhverfi sem ég held að sé alveg eðlilegt við sköpum hér í Reykjavík fyrir kennara. Að við treystum þeim bara til þess að sinna sinni vinnu og gera það. Nei, þeir hafa viðveruskyldu í skólanum. Það er þá tiltölulega nýtt sko. Það var ekki þegar ég var yngri. Þetta er nefnilega eitthvað sem þeir mikið að tala fyrir núna í kjölfarið á þessu samkomubanni að fá þarna meira frelsi og þarna höfum við stjórnmálamenn ýmislegt ummálið að segja því við höfum aðkomu að kjarasamningum. Tengdaðist þessum málum öllum, þið eru bæði fulltrúar Reykvíkinga, þú og þingi og þú í borgarstjórn. Nú er samgöngu áætlun til umfjöllunar í þinginu til næstu ára. Sjáið þið, og það hefur lengi verið talað það að borgin og höfuðborgarsvæðið bara allt hafi setið mjög mikið á hakanum í samgöngubótum. Sjáið þið eitthvað spennandi í þessari áætlun fyrir borgina? Hafið þið eitthvað renti fyrir þetta? Já, ég sé ekki margt spennandi fyrir borgina nema auðvitað það eru fyrirhugaðar að gera almenni samgöngur betri. Hvort sem við verða betri eða ekki allavega hann að hugsunin svo og ég er auðvitað mjög hrifinn af því að það sé að bæta þær en það breytir samt ekki ákveðnu veruleika og við vorum að huga því líka þannig að þetta tengir svo alls skipulagsmálum þetta tengir líka tækninni sem við vorum að tala þannig að ég segi bara að þetta verður að ganga sæmilega fyrir sig við erum eiginlega bara staðið núna með 2 álagspunkta á deginu sko. Ég held að við getum leyst það á þess að fara í mjög stórar framkvæmdir og við þurfum auðvitað að hugsa þetta og það þarf svolítið að spilast til eyranu líka sko. Ég að fara í einhverjar 150 milljarða framkvæmdir og vita eiginlega ekki hvernig það endar sko. Ég hef auðvitað mikla áhyggjur af því en það er ekki þar með sagt að ég sé eins og maður er alltaf afgreiddur sko, að þú þá bara móti almenningssamgöngum það er algjörlega af og frá og við verðum svolítið að læra af öðrum hvernig tengingin, sko, hverfin hér og nágrannsveitarfélag þetta er alveg þekkt út í heimi það er einhver svona bil á milli, við þurfum að hafa alveg sæmilega samgöngur en það er hins vegar bara mjög vont að eiga við þetta, erfitt að eiga við þetta þegar við erum með allt nánast í kvosin og kring alla starfsemi, alla atvinnustarfsemi í bænum það er bara
þetta ekki góð þróun og erfitt við að eiga. Hefur haft ykkur tíma til að kíkja á Já, þetta? já, sannarlega. Ég held að þessi áætlun, hún svona bland í poka, alls konar fyrir alla. Mér hefur þótt umræða samgöngumál í borginni ofbáslega, öfgafull og mikið í skotgröfum. Við erum með aðila Já, en ég held eins og að það sé ekki endilega leiðin árangri. Þegar ég kem inn í borgarpólitíkina, þá kemur svolítið opniskjöldi hvað allir eru reiðir. Það er alveg saman hvernig að tala við eða hvaða skoðunarinn hefur á málum, það er allir alveg brjálaðir. Og ég trú því auðvitað eins og við hægri menn að fólk þrífist best í frjálsu samfélagi og ég held að fólk upplifir svolítið sterkt að núna sé við völd eitthvað meiri hluti sem er að reyna að setja það, færa það í eitthvað form, að beina þeim í átt að eitthvað einni ríkisleið til að lifa og ferðast og að þeir aðilar sem tala sig á móti þessu meiri hluta séu að raunin að bjóða þeim hina ríkisleiðina. Að meðan að mín skoðun er svo að lausnin felist í því að við sköpum hér fjölbreytta borg fyrir fjölbreytt fólk, að hér getur fólk haft frelsi og val það með hvað þetta vill ferðast, í hvers konar hverfi það vill búa, hvers konar lífstíl það vill lifa og borgin skapa bara þægilegan ramma og þægilegt umhverfi og svo látum við það bara í friði. Og það er svolítið svona umhverfi sem ég vil tala fyrir og í þessum samgöngupakka þá erum við með lausnir auðvitað fyrir þá sem að kjósa að keyra og þá sem að vilja nota almenningssamgöngur og betri almenningssamgöngur og svo líka þá sem vilja ganga á hjóla. Og við sáum það, og það er annað sem við sáum núna í samgöngubanninu að það var gríðarleg aukning á hjólreiðafólki og ef við berum bara saman aprílmánuði milli ára þá var jafnvel þreföldun á notkun stígana, hjólaverslanir stóðu tómar og við erum að sjá það að það hefur verið bara gríðarlega aukning á þeim sem að hjóla leiðar sinnar í borginni. Þannig að þetta er auðvitað svona þróun sem að sjálfstæðismenn sett á laggirnar á sínum tíma og hefur sem verið fylgt eftir og við sjáum það í dag að það eru 75% fleiri sem fara leiðar sinnar hjólandi heldur en í strætó í dag. Það er gríðarlega athyglisverð þróun og við þurfum að fylgja henni vel eftir. Þú komst heldina lykilatriði hlutverk ríkis- og sveitarfélaga. Það er að skapa umhverfi. Ekki að stjórna öllu hvernig fólki á að vera. Skapa eðlilegt umhverfi, hvort sem það fyrir atvinnurekstur eða hvernig fólki á heimilin í landinu, skapa eitthvað umhverfi. Þannig að fólki sé að velur. Akkurat. Og þetta er bara, finnst mér að hafa verið pólitík sem bara nokkuð svona hálfpartinn gleymst. Við erum svo upptekin af því að stjórna öllu. Ekki stjórnlindi. Já, og þegar Hildur talaði hérna reiðina sem er mjög mikil og þið sjáu alltaf neikvæðinu umræðina. Umræðin neikvæð þú hefur náð alveg ótrúlegum árangri með þessa þjóð. Hvað þessi þjóð hefur náð góðum árangri. Það var alltaf verið að segja allt sé ómöld hérna, allt sé betra einhvers annars staðar, sem bara mikill misskilningur. Og ég held að flestir horfið öfundar augum til okkar í raun og veru af svo mörgu leyti. En það er einhvern veginn innbyggð neikvæðni og reiði sem einhvern veginn ná að grassera einhvern veginn svona í umræðinni og sem gerir bara öll stjórnmál miklu erfiðari. Og það er áhyggjuefni. Akkurat, ég held að segja einmitt málið. Það er okkar hlutverk að skapa þetta umhverfi og það er það sem ég myndi vilja sjá Reykjavíkurborg gera, skapa umhverfi fyrir alla og fjölbreytta hópa til að blómstra og umhverfi fyrir framtak og hugmyndir og jöfn tækifæri sem er þetta svona einhver hluti af sjálfstæðisstefnunni sem er mjög hugleikinn og finnst svona mætti vera svona, hvað segja, það eru heiðri. Akkurat. Mér langar að spyrja þér, fyrst ég með því um fjölgun borgarfulltrúa. Já. Ég hef svona bara aðeins verið að velta þessu fyrir mér. Svo var tíðin að maður gæti í rauninni bara talið þetta fólk upp. Maður vissi hver var í borgarstjórn. Þetta var bara svona einn bogi og maður þekkti alla við borðið. Ég verið að viðurkenna eftir að þessu var fjölgað svona mikið að þá ég get bara talið upp nokkra og kannski jafn marga á áður en svo eru bara margir sem eru bara nánast eins og hulduher og mér finnst eins og borgarmálin hafi á einhvern nátt hvað ég segja og eru svona fjarlægari fyrir vikið. Og maður velti fyrir sér, þú veist, er þörf á því að borgarfulltrúar sem allir í fullu starfi séu svona margir, hvernig upplifið þið þetta þarna á vettvangi? Ég held að það sé alls ekki þörf á því að við séum svona mörg. Þetta er breyting sem kemur inn með lögum og það gerir það verkum að Reykjavíkurborg er skyldu til að vera með að lágmarki 23 borgarfulltrúa. Áður voru borgarfulltrúar 15. Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað mikið gegn þessari fjölgun og við myndum rauninni vilja fá þessu breytt aftur. Fólk getur auðvitað haft alls konar skoðanir á því en það sem gerist með þessari breytingu er að það er í rauninni engin þröskuldur á hversu mikið fylgi þú þarf til að ná einn fulltrúa. Þannig að það eru margir minniflokkar
og það eru jafnvel fulltrúar, kannski 1 af 23 með gríðarlega lítið fylgi á baku sig sem taka ofboðslega mikið pláss í allri umræðu og þetta er lýðræðisleg umræða en hún er kannski ekkert í neinu samræmi við sko fólkið og hópin sem að baki þessum kjörnu fulltrúum standa. Ég held það hefur verið upplifun borgarkerfisins og okkar sem í pólitíkinni er að það er svona, já, þessi fámenni hópur, hann tekur greiðlegt pláss, hann er að tefja mjög mikið inn í borgarkerfinu, í rauninni mikill fjöldi fyrirspurna og annað svona eitthvað sem við sjáum til dæmis hjá Pírötum á þinginu, við erum að sjá samskonar fyrirspurna álag inn í borgarkerfinu sem er að tefja greiðlega fyrir og við í Sjálfstæðisflokknum tölum við þetta fyrir því að einfalda alla ferla og stytta boðleiðir og þannig að svona þessi stíflumenning sem er þarna komin, hún er ekki kannski að höfða til okkar. Þetta er allt sjálfskip, sko menn bara ná að gera þetta sjálfur, gera allt kerfið erfiðar og flóknara. Sko borgin hefur sjálf sko ákveðið þetta og því maður upplifir það allar boðleiðir eru flóknari, það veit eiginlega enginn sko hver ræður hverju. Menn lýsa samskiptum sínum, nú er ég að tala um eitthvað sem ég veit ekki, menn lýsa samskiptum sínum við borgina sem hafa reynslu, hvort sem það eru verktakar eða menn sem hafa þurft að eiga erindi við borgina, að þetta sé allt orðið miklu flóknara heldur en var bara fyrir 20 ára síðan. Og hvernig stendur það með allir þessi tækni og allir þessu aukað þægindi sem ættu að vera? Er það regluverki frá okkur á þinginu eða er þetta bara einhvern veginn sem borgin sjálf hefur komið á eða hvað er þetta? Því að menn kvarta mjög mikið við mér réttu eða röngu, nú veit ég ekkert um þetta. Þetta er algjörlega hárrétt og við heyrum auðvitað mikið af þessu. Við fekkum sendum daginn, það var einn aðili sem var að senda fyrirspurn inn á skipulagssvið og stjórnsýslan hefur auðvitað ákveðna svona upplýsingaskyldu gagnvart almenningi og leiðbeiningaskyldu. En þau svaraði til og senda sjálfvirkan tölvupóst að þú þarft að millifæra ég man ekki 12.500 krónur og við munum svara fyrirspurninni þegar millifærslan hefur borist og mér finnst þetta auðvitað algjörlega óforskömmuð hegðun og svona er þetta einhvern veginn allt saman og þetta er algjörlega hárrétt að fólk veit einhvern veginn ekkert alveg við hvernig á að tala og við erum með einmitt alla þessa tæknivæðingu og sjálfvirknivæðingu og öll þessi kerfi og margt af þessu komið á netið en ennþá erum við með sama fjölda starfsmanna og þeim fjölgar í sífellu ár frá ári og það var nú merkilegt að Viðreisn talaði mikið fyrir því í kosningabaráttunni að einfalda stjórnkerfið og hagræða í rekstrinum og þau fóru á stað með hagræðingar og endurskipulagningu og öllu borgarkerfinu upphafi kjörtímabils og trommuðu þetta upp alveg með pompi og prakt og voru svo með stærðaranna kynningu á þessu öllu og bara 2 klukkutímar og svo spurningar og svo kemur það mér og ég fæ að spyrja og ég segi ég er með einu spurningu, það er eitt sem ég vil fá að vita hér, felur þetta í sér einhverja hagræðingu? Og þá var svarið nei. Og það var verið að fjölga starfsfólki að auki. Þannig að ég skildi ekkert alveg allt húlumhæði kringum þetta var bara allt eitthvað sjó eins og svo oft. Þannig að þarna eru alveg gríðarleg tækifæri til að hagræða og endurskipuleggja og bara gríðlegt verkefni framundan. Það bara hlýtur að vera. Já, það er augljóst, það er engin stærðarhagkvæmni. Reykjavíkurborg er með 20% fleiri starfsmenn per íbúa heldur en til dæmis Kópavogsbær. Þannig að maður ætti að vera öfugt farið. Þannig að þarna eru rosalega tækifæri til að gera betur. Við byrjuðum að verða núna með komin svolítið hringinn sko því að þegar þú varst að lýsa þessu í borgarstjórn þar sem er engin þröskuldur og ekki neitt. Að við erum að lifa á tímu það mjög mikið við mitt verið að tala um lýðræði, valdníslu, hver ræður og hver ræður ekki, hvað þjóðin vill og allt það. Þá er það einhver síður þannig núna að það er til mjög hávær minnihluti sem að hefur afskaplega lítið fylgi sem að eins og að getur nota samfélagsmiðla og með því að tala í fyrirsögnum til að taka alveg gríðarlega mikið dagskrávald og það er nánast orðið bara eins og auka atriði hver úrslit kosninga séu og það er jafnvel sko, ég þekki það nú bara á Garðabæ það sem er sko 8 bæjarfulltrúar hjá Sjálfstæðisflokknum með 62% fylgi og minnihlutin er einhvern veginn að tala eins og hann hafi samningsstöðu eða eigi að hafa svo mikið vald að sjálfsögðu höfum við reynt að vinna með þeim eins og hægt er og höfum við samþykkt mál frá þeim en ég er bara að segja að þetta er svolítið sérkennilegur skilningur á lýðræði að ef þú nærð ekki fylgi í kosningum og nærði jafnvel ekki inn á alþingi eins og til dæmis lýðræðisvaktinn árið sem að barist fyrir stjórnarskránni með stjörnu fanns í framboði sko og fólk sem getur tekið þessi mikið vald og pláss í fjölmiðlum að þá engu síður þá eigi þeirra rödd að verða ofan og þetta er svolítið er þetta ekki að verða svolítið lýðræðislega hættulegt það sem ég ætla að segja sumir líta á þetta sé eitthvað sérstaklega lýðræðislegt
Ég held að sé vera vangstífa lýðræðið í raunverulega með þessu og við sjáum þetta á þinginu þegar maður horfir á þetta þar sem menn eru hérna sífellt að djöflast einhvern veginn í öllu í staðan fyrir að vera í hvaða pólitíkast fyrir hver ertu að berjast hvar telur að almannahagsmunir liggi í hinn og þessu ekkert í þessu. Þetta bara spurningunum eitthvað hérna koma með 350 fyrirspurnir á einum þingvetri og býtu hvað ætlar að gera með þessi svör? Ætlar að vinna einhverju málum eða eitthvað? Nei, bara safna bara einhverjum upplýsingum. Býtu, ef ég að kjósa einhvern fulltrúa, þá ég að kjósa fyrir einhverja hugmyndafræði, sko. En pólitíkin hefur einhvern veginn farið þannig að farfið sem bara einhvern veginn að skapa einhverja upplausn og vera með einhverju upplöp og sem gerist líka í litlum einsmannsflokkum í borgarstjórn eða hvað það er. Mér finnst þetta ekki lýðræðislegt og ég held að við séum raunverulega eyðileggja lýðræðinu þessu og ég nokkuð viss það er að verða eitthvað svona kaos engum til gagns. Ég held nefnilega að það sé einmitt ég held að fólk haldi að þetta sé svo sérlega lýðræðislegt og ég veit að margir flokkar í borgarstjórn hafa ekki vilja að berjast gegn þessari fjölgun borgarfulltrúa vegna þess að þeim líði eins og þá varu þau einhvern veginn að berjast gegn auknu lýðræði. En eins og ég sagði áðan, þá eru oft einstaklingar, 1 af 23 fulltrúum sem tekur alveg gríðarlega stórt pláss í umræðunni og samt í rauninni málsvari fyrir svo lítinn hóp. Og við sjáum það til dæmis bara, ef við tökum sér dæmi umræður í borgarstjórnum fjárhagsáætlun, bara miklar hagsmunir undir eða ársreikning eða eitthvað, þetta eru oft oddvita umræður. Og gott og vel, en Sjálfstæðisflokkurinn er með 18.000 kjósendur á bakvið sig, en flokkur fólksins kannski 2.000, en fær nákvæmlega sama vægi í umræðinni og sjónarmiðin fá alveg sama vægi í umræðinni. Og það er kannski ekkert sérstaklega lýðræðislegt að þessi stóri hópur fái ekki meira pláss. Það er rosalega skemmtilegt að tala við ykkur og við erum svona komin að lokum. Við erum búin að fara yfir ótrúlega margt einhver síður en mér langar samt að eiginlega enda samt á svolítið stóri spurningu þannig við höfum kannski smá tíma í viðbót í það. Einmitt með þetta, maður er að velta fyrir sig, það var mjög mikið talað um það hérna fyrir 10 árum síðan að það þyrfti einhvern veginn að leysa upp þetta fjórflokkakerfi og fjórflokkurinn. En málið var það, mér fannst persónulega bara þá var einhvern veginn meiri skýrleiki, það voru svona skýrari línur og maður svona einhvern veginn vissi betur að hverju maður gekk í öllum þessum flokkum og hver þeirra hefð var og svo framvegis. Nú eru náttúrulega fyrir á fleti og þið þekkið það á báðum vettvangum, bæði á Alþingi og í borgarstjórn, margir flokkar með stutta og jafnvel nánast enga sögu og þetta er einmitt þessi óskýrleiki sem við erum að tala um. Hvað haldið þið að taki við eftir, því þetta er örugglega eitthvað tímabil, þetta er eitthvað trend. Erum við að fara, haldið þið að þetta muni renna aftur meira saman, haldið þið að vera svona sameiningar flokka á næstu 10 árum, að flokkar fara að renna meira saman og við förum aftur að einhver leiti í gamla farið en þó auðvitað undir einhvern veginn nútímalegri vinnuháttum og samskiptum eða hvernig sjáu þið þróuninni í þessu? Eða enduðu bara út í skurði? Ég held að við endum út í skurði, ég óttast það. Sko sjálf hef ég alltaf og byrjað að skrifa það löngu áður í byrja á þingi að ég er mikill fjórflokksmaður, ég getum kallað 4 eða 5 flokka sem svona gætu alveg spannað sko alveg litrófið í pólitík, sko, þetta hugmyndarfræðilega litróf og ég hef alltaf sagt sko veikir flokkar, margir litlir og veikir, það muni skaða lýðræðið því að flokkarnir þurfa að vera öflugir, þeir ef stjórnmálaflokkar eru veikir þá er lýðræði veikt í mínum huga. Síðan aðeins þeirra skoðun að það er bara að vera sko 63 einsmannsflokkar á þingi. Það gerist ekki það fer bara í rugl. Þannig að ég er mikill svona fjórflokksmaður út af þessu. En ég óttast bara eins og þetta núna sko menn áttu sig ekki á allir að sko flokkarnir eru lýðræðislegir, það er innbyrðis átök og eitthvað verður ofan á og maður sættir sig við niðurstöðu þó maður hefur kannski vilja að fara aðra leið einstökum málum. Það er að vera í flokki sko, það er lýðræðislega ákveðin teknar í þingflokki, við erum ekki öll sammála allt, en við verðum að reyna að koma svona nokkuð heil saman alla jafna og við gerum það. En ég held við séum bara á leiðandi skurð, það er bara einhvern veginn þróunin þessi. Ef ég fæði ekki allt mitt, þá er ég bara búin að stofna nýjan flokk, sko.
við sjáum einsmálsflokka, við sjáum einsmannsflokka, þetta þróunin og ég held að þetta mun örugglega ekki lagast fyrir við erum alveg komin til skurð. Já, það erfitt að gerast einhver Nostradamus í þessu en ég held að ég var erfitt með að sjá fyrir mér ef við förum aftur alveg í fjórflokkin sko, og maður hefur séð svona flokka klofna út frá einmitt einhverjum einstökum málum. Það sem að mér hefur þótt gott við Sjálfstæðisflokkinn og ég bind vonir og trú við að við höldum áfram að gera að við erum auðvitað gríðarlega stór flokkur og það þýðir auðvitað að við saminumst utan einhverja grunn hugmyndafræði en svo auðvitað spönnum við alla breyttina í einstökum málum og við sjáum það eins og við erum til dæmis 31% flokkur í borginni og við saminumst þar þessa grunn hugmyndafræði en auðvitað komum upp einstökum mál þar sem fólk er með ólík blæbrigði eða ólíkar áherslur eða það getur hreinlega bara verið kynslóðabil og það er allt í lagi og það er alveg svigrúm fyrir það í stórum og lýðræðislegum flokki og það sem við þurfum bara að halda fram að gera er að sameinast hugmyndafræðina, frjálst, umburðarlynt, réttlátt samfélag sem byggir á jöfnum tækifærum, litlum opinberum afskiptum, samfélag sem stendur stétt með stétt og þá held ég að okkur séu bara allir vegi færi til framtíðar. En höfum við ekki gleymt í það svolítið sko? Við þurfum bara að rifja þau upp. Ég er bara að segja það að mér finnst sko, við gleymum svona pólitíkinni, við erum sko oftast í ríkisstjórn og við erum alltaf verið að sko slökkva elda eða glíma við einhver vandamál, svo bara gleyma menn svo bara vex heil kynslóð sem bara ekkert heyrt neitt og ekkert að hugsa Þú meina við erum að vera svolítið eins og sósujafnarinn bara Já, við erum svo, veist, ég óttast það en ég meina, ég hef bara sagt það við þurfum núna fyrir næstu kosninga og strax í haust að koma með eitthvað þessa hugmyndafræði eins skýr og tær og góð hún er algjörlega, ég þorði ekki að segja þetta Brynjar og ég hef alltaf sagt við ungt fólk og ég skil ekki okkur ungt fólk er ekki alveg með okkur eða svona lítil hluti að því ef ég væri ungu hér námsmaður hvað væri mikið fyrir mig það er einhver tækifæri fjölbreytt atvinnutækifæri öflugt atvinnulíf mesta velferðarmál alltaf miklu frekar skilið einhvern sko gamlan sko sem segir ég er bara ríki sjá mig sko ég gerum að 5 ára eftir eitthvað það skilurðu ungt fólk alltaf svona ég er búin að leggja á mig ég er duglegur, ég vil bara fá að njóta mín og þá einhvern veginn er bara fólk eitthvað staðar annar staðar og eins og við hefum ekki komið sem skilabóðum einhvern veginn á framfæri ég veist alveg óskínanlegt okkur ungt fólk er ekki miklu meira með okkur heldur það Ég vil taka undir þetta Brynjar ég kunni nú ekki við að segja þetta Nei, ég segja sem mátti segja Já, það er gott og þú tekur þetta á því fyrir okkur inn en ég held að þetta sé alveg rétt og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi kannski eitthvað tímaskeið leyft svolítið öðrum flokkum að skilgreina hver við erum og ég ætla bara að ávarpa það er þarna úti ykkur umræðum að við séum flokkur sem stendur vörðum sérhagsmuni og ykkur spillingaflokkur sem er auðvitað af og frá og við stöndum með þetta bara hugmyndafræði sem að hefur alltaf verið í gildi og ennþá hefur sannað gildi sitt í gegnum áranna rás og er enn í fullu gildi og á sér hefur gert okkur að velferðarsamfélagi er svo hugmyndafræði sem er auðvitað bestiðisfallin að auka hjá okkur velferð og hagsæld og finnst mér vera svona svo hugmyndafræði sem að kannski ásvöldið mikið sameiginlegt bara með íslensku þjóðarsálinni og því einhvern veginn úr hvað umhverju við sprettum og hver við erum og ég held við höfum að taka okkur miklu meira pláss í að segja frá því hver við erum, fyrir hvað við stöndum af hverju ung kona eins og ég með engar sérstakann bakgrunn í Sjálfstæðisflokknum sá mitt pólitíska heimili eingöngu hér og við þurfum að segja miklu meira frá því og tala miklu meira það því við eigum miklu meiri samleið með miklu stærri hluta Íslendinga heldur en kannski fólk gerir sig grein fyrir Mér finnst mjög gott að enda á smá sjálfsgagnrýni í restina, virkilega gaman að fá okkur í spjall Brynjar Níelsson og Hildur Björnsdóttir. Takk hérlega fyrir komuna í pólitíkina. Takk fyrir að bjóða.